Sölvi, er þetta stærsti Evrópusigur í sögu Víkinga? Já, þetta er allan með þeim stærstu. Með hvað bara sterkir í Bröndby í stórt félag og öflugt lið þetta er. Og bara 3-0 sigur líka í kjölfarið, þannig að það er alveg klálega að segja að þetta sé þar uppi. Hvernig er svona bara tilfinningaðu núna? Þú verður þetta óvart 3-0 lokaðar niðurstaða leiksins? Já, svona að þú spurt mig fyrirfram, en bara með hvernig leikurinn þróaðist og hvernig við vorum að spila, þá kom það svo sem ekkert óvart að leikurinn hafi endað þannig. Við hefðum getað skorað fleiri mörk heldur en bara þessi 3 í leiknum. Þannig að í sjálfu sér en vissulega er þetta stór úrslit sem að koma eflaust mörgum á óvart en þetta er bara hálfleikur búinn og það er hellingur eftir. Það er erfiður útivöll leikur á móti þeim næst, þannig að við erum langt frá að vera komnir eitthvað nálægt að vera búin að sigla sig heim. Þannig að ég var einmitt að hugsa á þannig í klefunni, ég sé bara komið niður aftur á jörðina. Þannig að bara byrja að fókusa á næsta leik og innvíð er svo langt frá að vera búið núna þó að við séum með virkilega gott veganestæði. Svona, hvernig komið þið inn í leikið? Þið voru óhræddir við að spila boltanum, héldu vel í hann, svona, hvernig var þetta? Já, við lögðum það upp þannig að við ætluðum bara að spila okkar leik og við ætluðum að halda í boltan og við sáum alveg tækifæri til þess að geta haldið í boltan á móti. Það er þetta skrítið að skoða dönsku deildina þegar maður er að horfa á þessa leiki að það er eins og þeir leyfi hver öðrum að byggja upp sókningu. Það er ekki mikið pressu hjá þeim, þeir pressa ekki mikið andstæðinginn, þeir leyfa svona hver öðrum að sækja og síðan skiptast þeir á að sækja. En við svona byggust við að þeir myndu pressa á okkur af því að bara kaupmannahafnbúar, þeir líta stórt á sig og myndu ekki vilja leyfa okkur að halda einhverju possessioni og við vorum alveg búin að undirbúa strákarna fyrir það og sáum tækifærin til þess að meiða í spilinu og vildum bara spila okkar fótbolta. Við erum á okkar heimavelli og vildum bara alltaf sækja á það og það heppnaðist bara mjög vel. Menn voru hugrakkir að spila boltanum og uppskora eftir því. Ef þú varst ekki góðsögn á FCK fyrir, þá hlýtur að vera það núna? Já, ég meina, ég er alveg viss að mínir menn og í FCK séu mjög sáttir með þessu úrslit. Fékkstu eitthvað að heyra frá stuðningsmönnum Bröndby? Heyrðirðu það? Nei, ég heyri ekki neitt. Þannig að ég held að þeir séu nú aðalega bara sagtur út í sitt lið. Ég held að þeir séu ekkert að spá út í mig núna. Ég held að þeir láti nú sína eigin leikmenn heyra það fyrir eitthvað að mig. Hvernig, fannstu fyrir einhverju vanmati eða einhverju svoleiðis frá Bröndby? Já, ég býst við því að það hefur verið mikið vanmat hjá þeim, eins og ég sagði þú veist. Danirnir, við erum dálítið litla landið og litla liðið Íslendingar og ég býst við því að þeir hafi haldið að þeir myndi geta bara labbað yfir okkur. Þannig að þeir munu ekki gera það í seinnileiknum. Svona hvernig leik fyrstu við þar úti? Bara mjög svipuðum leik þannig séð. Við megum ekki koma með þannig mindset að við ætlum að fara að verja eitthvað. Við þurfum bara að sækja aftur eins og við gerðum þetta. Við þurfum að vera bara hugrakkir, að þora að spila boltanum, að fara ekki inn í skilina og þótt að ein, tvær sendingar klikka. Við bara höldum áfram. Af því að það er ekkert, það hjálpar í raun og veru ekkert að fara að dúndra boltanum fram og bara pakka í vörð. Það er bara skapar meiri hættu við einhvað þannig að við þurfum bara að reyna að ná að spila með svipaða frammistöðu með þetta orkustig sem við sýndum í dag og viljan til þess að berjast fyrir hvern annan sem var alveg bara æðislegt að horfa á strákarna hvað þeir voru tilbúinir að leggja sig í þetta verkefni í törninni sem við erum núna. Við vorum að spila 120 mínútur í erfiðum leik á móti Vlasnia sem fór í framlengingu og við erum búin að vera að spila á fimmtudag og sunnudag núna örugglega í 5 vikur eða eitthvað. Þannig að það er ótrúlegt að þeir hafi kraftana til þess að hlaupa svona mikið eins og við gerum í dag. Þetta er heldur á framhaldi verði, heldur að menn vera alveg búnir á því? Já,
þeir sennilega koma ekkert út á fótboltavöll fyrir í leiknum á móti Stjörnunni sko. Þannig að flestir verða þar sko. Síðan eigum við bara eftir að sjá hvernig menn fara út úr þessum leik, hvort það sé einhverju meiðsli eða þess aftar. Þannig að við þurfum bara að passa vel upp á strákana og við þurfum bara að endurheimta vel og vera klárir í verkefni á sunnudaginn Stjörnunni. Kannski svona eitt annað leikinn, fyrstu 2 mörkin voru bæði úr eftir hótspyrnur. Varstu upp á skrifstofu teiknað þessu fram á nótt eða? Já, við bara þjálfarateymið erum búin að vera fram á nótt. Það er ekkert annað í boði. Það eru svo margir leikir á stuttum tímabili, þannig að það er bara törn hjá okkur núna. Þannig að það eru allir fram eftir nóttu og að gera sitt og þetta er bara, við erum með ákveðin svona rútínu í hornunum. Það fer eftir hvernig andstæðingur stillir upp og það er búið að ganga vel í sumar. Við erum búin að skora, það hafi verið 15. markið okkar, ef ég man rétt, úr fyrstu leikatri í ár, sem er náttúrulega bara orðin ótrúlega tölfræði. Þannig að stórt kredit á strákana, þeir eru góði boltarinn í teig og menn vilja skora. Takk hérlega.